Milljarður dósa eru framleiddar á hverju ári og hefur það verið gert frá árið 1935. Dósirnar eru gerðar úr efninu áli sem er bæði létt og sterkt en einnig 100% endurnýtanlegt. Því eru líkur á að gamla dósin þín sé orðin að geimflaug núna þar sem að ál er einn mest notaða efni í heiminum. Málið er að hér á landi er aðtekja þetta dósi til endurvinnslu og margar enda því í urðun. En hvernig er ferli dósar frá framleiðslu til endurvinnslu? Dósir eru mótaðar í svokölluðum dósaverksmiðjum úr álþynnum. En hundruð dósa er hægt að gera á einni þynnu. Fyrst er botninn gerður með því að nota mikla pressu og svo er búkurinn á dósinni festur við. Þegar grunnurinn er tilbúinn er hún þvegin með ýmsum efnum áður en hún fer í litun. En þegar það er komið er hún húðuð að innan til að koma í veg fyrir snertingu neysluvörunar og málmsins sem verndar bæði bragð og dósina. Lokin eru síðan gerð sér og fest á strax eftir að drykknum er hellt í dósina. Olha, quem vê cara não vê rosto mais bonito. Quem vê corpo não vê nada mais perfeito. Quem se chega se amarra no teu jeito. Quem te toca fica louco de paixão. Pra mim não tem saída. Você na minha vida é só tentação. Olha, tô tentando fazer nova bossa nova, misturando Dom Juan com Casanova, escrevendo qualquer coisa muito louca, pra no fim pedir beijo em tua boca. Não dá pra esconder, eu quero te dizer, você é avião. Toda vez que eu tento ligar pra você, tá na secretária, vou tá ocupado. Já deixei recado, já mandei dizer que eu não posso mais, estou apaixonado. Passa aqui no fim da sozinho tô morrendo de saudade. Você ainda apenas poesia. É uma nova bossa nova de alegria. Pressaður málmur er fluttur í svokallar álverksmiðjur þar sem að ferli hefst að endurnýta álið í dósir. Fyrst er málmurinn tættur og síðan er hann settur í sjónrænt flokkunarkerfi sem notar innrauðan skynjara til að aðgreina álið frá hinum málmunum. Þegar álið hefur verið aðskilt frá málmunum er það brætt í iðnaðarofnum sem ná allt að 700 gráðum Celsius. Uns málmurinn bráðnar myndast áloxíð á yfirborðinu sem er svo fjarlægt. Bráðnað álið rennur þá í annan ofn sem heldur því heitu áður en það er svo mótað. Álinu er hellt í stór form sem verða að stórum hleyfum sem geta verið alltaf 10 metrar, vega marga tugi tonna og innihalda yfir 1.000.000 dósir. Hleyfarnir eru síðan strekktir og teygðir þar til þeir eru bara brot af millimetra breiddina en lengdin getur verið nokkrir kílómetrar. Álþynnurnar eru síðan rúllaðar upp og sendar til dósaverksmiðju þar sem dósinar eru gerðar en hver rúlla getur gert hundruði dósa. Við skulum taka aðeins saman. Þetta er því miður ekki alltaf það sem gerist. Ef dós er ekki endurunnin og frekar sett í almennt sorp, endar hún á svokölluðum urðunarsvæðum.
Þessu þarf að breyta þannig við stöndum með heimsmarkmiðin 12, ábyrg neysla og framleiðsla. Og við erum tillögu að lausn. Við höfum aflað okkur upplýsingar hvernig þetta er gert á Norðurlöndunum og okkur langar að tileinka okkur þeirra aðferð. Þar og í fleiri löndum dósaendurvinnsla höfð öðruvísi en annars staðar. Til dæmis sjálfsdósa endurvinnsluvél í flestum matvöruverslunum annaðhvort innan þeirra eða fyrir utan þær. Vélin stór og settir eina dós í einu í hana. Hún flokkar það sjálf og telur. Þegar allar dósinar eru komnar, gefur vélin upp magn þeirra og hve mikinn pening þú færð fyrir þær. Þú færð 1 danska krónu fyrir glerflöskur og áldósir minni en 1 líter, 1,5 danska krónu fyrir plastflöskur minni en 1 líter og 3 danskar krónur fyrir allar þær flöskur og dósir sem eru 1 til 20 lítrar. Það merkir að ef þú ferð með fullan svartan ruslapoka getur þú fengið hátt upp í 3000 íslenskar krónur sem þú getur notað til að borga mat í matvörubúðinni eða leyst út í peningum við kassan. Við viljum gera greiðan aðgang að dósaendurvinnslu þar sem þetta áskorun sem við sem almenningur getum tekist á við. Þetta eitt skref í átt að umhverfisvænni heim. Gerum það sem í okkar valdi stendur til að gera heiminn vænni fyrir okkur öll.